Nú ætlum við að hafa það sem að kallast Trump-tíminn. Við byrjum á því held ég bara síðan haust og vorum með það mjög reglulega í vetur og svo datt ég aðeins út, þannig að Trump-tíminn fór með mér. En við ætlum að reyna að endurvekja hann núna með góðu fólki. Sveinn Máni Jóhannesson sagnfræðingur og hefur komið hingað oft að tala Trump. Eins og Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur og komið oft í Trump-tímann, en Ólafur Páll Jónsson, heimspekingur, þú nýliði hérna með okkar. Ég nýliði, ég læri bara reyndu fólki. Þá. Sko, þegar við byrjuðum, þú var nú bara komið til fyrsta þáttinn, þá var einhvern veginn svo hugmyndið svo að Trump væri að breyta svo miklu. Að við gætum eiginlega rætt eiginlega hvað sem utanríkisstefnu, bara skiptingu valds í Bandaríkjunum, háskólakerfi, fjölmiðla, breytingar á stjórnmálunum. Það var einhver allt undir, svona eftir fyrsta hálfa árið hjá Trump. En það ekki alveg svo nú. Það ekki eins svona mikið undir. Nei, það ótrúlega hvað þetta búið að geðast hratt. Stemningi núna allt öðruvísi en eins og segir síðasta haust. Algjörlega. Þegar umræða var meira hversu langt mun að ganga í að grafa undan öllum svona þessi helstu stofnunum lýðræðisins í Bandaríkjunum. Núna þetta meira verið að tala að hann sé orðinn lame duck, þrátt fyrir að það sé ekki komið fram af kosningunum í nóvember. Það ekki komið midterms, hann ekki einu sinni búin að tapa þeim, óháð því hvort hann tapar þeim ekki, en hann talað að hann sé orðinn svona svokallega lame duck eða þessi svona fósiti sem hefur engin áhrif, þó við sem ekki komum fram á miðsvetrar kosningarnar. Og það raunhæft að staðan sé svo að það sé eiginlega ljóst að repúblikanar muni fá á baukinn í nóvember? Nei, ég meina við besum hvað við gerst margt í pólitík á síðustu 6 mánuðum. Það getur alveg hringsnúist aftur. En það náttúrulega lítur allt út fyrir núna að það sé bara spurning hversu stór sveiflan verður til demókrata, hvort ná öðru, þessi neðri þingdeildinni eða líka öldungadeildinni og í rauninni hversu slæmt þetta verður fyrir Trump og repúblikana. En ætti þá ekki vera alveg í kappi við að koma ykkur í gegn áður en hann missi tækifæri til þess að gera það? Og svo er hann ekki að því núna? Er það ekki þessi svo kallaði þessi drög að friðarsáttmála við Íran, er það ekki svona það sem að núna verið að reyna að koma í gegn til þess að eigi einhverja von í haust? Það viðbrögð við innrásinni sem hann stóð fyrir sjálfur. Já, heldur betur, en á samanskapi það þarf að binda endi á það, nema hérna efnaðslegu afleiðingar af því muni koma ennþá verr við Bandaríkin, mun alltaf gera þetta að óvinnandi vígi fyrir repúblikana í haust. Þannig að alltaf pælingin þetta hann hefur sagt það sjálfur að ef við sem ekki frið, þá erum við að horfa fram á einhvers konar kreppuna miklu. Og ég ætla ekki að vera annar heimsviðskiptin fari down the drain. Einmitt. Og hann ætlar ekki að vera annar Herbert Hoover eins og hann orðaði það. Og það svona það sem að, og vissulega náttúrulega kaldan örlagana, hann það sem hann að vinda ofan af eigin mistökum, sem náttúrulega eigin vitleysu að fara í þetta stríð við Íran. En það náttúrulega það sem öll orkan fyrir núna. Og það náttúrulega, við vorum farin að tala held ég undir lokás í fyrra, að það væri svona aðeins farið að fjara undan þessu svona mikla þessu mikla meðbyr sem hann var með í september, október. En kannski kom svona og ég meina, Grænlandsmálið. Og eiginlega frá kosningunum í nóvember, eða ekki? Já, kosningunum í nóvember. Það komu svona vísbendingar það að það væri svona, það væri ekki meðbyr með honum. Einmitt. Og það komu fram svona sterkari raddir innan repúblikana sem voru gagnrýnan. Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene og fleiri svona voru að koma fram og svona rjúfa svona rjúfa samstöðuna innan MAGA, hreyfingarinnar. Og svo kannski kemur svona Grænlandsmálið og þá svona aftur vex svona ásmegin að mörgu leyti. Svona, og aftur svona Venezuela. Og Venezuela náttúrulega kannski svona mest að öllu. En svo hefur Íran svolítið farið, held ég, svolítið mjög illa með Þannig ekki góða endi á það mál. Nei, ég meina bara erfitt að horfa, en náttúrulega við erum ekki búin að undirrita friðarsamninga, það bara einhvers konar
Memorandum of Understanding sem svona einhvers konar sameiginlegar forsendur sem að liggja því til grundvallar en bara horfandi á það þannig að er það sáttmála sem gefur það til kynna að Bandaríkin hafi tapað því stríði. En svo Íranir fá margt miklu betri stöðu heldur var fyrir innrás Bandaríkjanna eða loftrás Bandaríkjanna. Já, ég meina bara meira en þið fengu í Obama-samningunum sem að Trump reifu tætlur og gagnrýndi Obama mjög mikið fyrir að hafa gert og samskapið bara núna í gær og þá samþykkti öldungadeildarþingið svo kallega svona War Powers Resolution sem að mér skilst að sé í fyrsta skipti sem að slíkt hafi verið samþykkt að hálfu þingsins gagnvart sitjandi forseta og maður ekki gleyma því að báða deildir þingsins það meira hluti repúblikana þannig að bæði til þess að samþykkja þetta er rauninni þessa fordæmalausu þingsályktun að það þurfti þessi tvær báða deildir þingsins sem eru báðar í höndum repúblikana að samþykkja það, þessa fordæmalausu þingsályktuna tillögu sem er rauninni segja að Trump megi ekki halda áfram nema að koma og fá umboð frá þinginu, halda áfram stríðinu í Íran. Það hefur ekki lagagildi Ég held að þetta sé alveg rétt túlkun á því að þetta er svo kallar concurrent resolution þar sem það hefur ekkert lagalegt gildi og er ekki bindandi fyrir athafnir forsetans. Þannig að ég held að þetta sé meira bara álitssnekkir fyrir hann. Þetta er álitssnekkir fyrir hann. Og erfitt fyrir hann að fara gegn þinginu? Það er ekkert erfitt fyrir hann gerir bara það sem hún sýnist. En Þorsteinn, þetta þú sammála þessu að það er eiginlega ljóst að repúblikanar munu tapa kosningunum í nóvember? Eða er við kannski að hlusta of mikið á svona vilja demokrata að það sé raunverulega? Ég veit, hann er að fá á sig mikla gagnrýni, alveg eins og Sveinn Máni var að nefna, að makafólkið það fór af þessir talsmenn maka, sjálfskipuðu talsmenn maka, Tucker Carlson og Marjorie Taylor Greene og svona fólk, það fór út af það var ekki sammála þessari stríðsherferð inn í Íran og taldi það ekki anda America First, að Bandaríkjamenn ættu bara að hugsa sjálfa sig og reyna að bæta sinn eigin hag. Og hafði byrjað gagnrýni út af stuðningi Bandaríkjanna við þjóðamorð á Gaza? Þjóðamorð Bandaríkjanna? Eða þessum stuðning Bandaríkjanna við þjóðamorð Ísrael á Gaza? Já, það er einmitt kveikjan sennilega að því að fólk snerist gegn þessu ástandi á Gaza. En ég held að hann hefur farið fram mjög víða að reyna að leysa svona einhver gömul vandamál og hann er búinn að leysa að hann segir sjálfur nýju stríð eða átök og Úkraína og Íran og Ísrael eru það sem stendur út af borðinu ennþá og hann er að reyna að vinna í því en gengur illa. En þetta var ekki sem sagt innrás í hinum gamla skilningi að það væri landher sem færi inn í Íran, heldur voru þetta loftárásir sem bara sköpuðu gríðarlega eyðileggingu og ég held að hann sé að reyna að koma vitinu fyrir sem sagt stjórn Íran að hætta þessari trúar hugmyndafræðilegu þessi trúar hugmyndafræðilega stríði við við Ísrael. Að þeir leggja þessu og reyna að skapa frið en þeir eiga erfitt með það af því að lögmæti kerfisins byggir á þessum trúarhita og þessari hugmyndafræði. Og það vissur svo sem allir, Það vissur svo sem allir fyrir, þannig að já, þess vegna fóru þeir í að drepa tvö sett af leiðtogum í Íran og vonast til að þeir sem kæmu upp úr rústunum gætu þá verið viðræðuhæfir og kannski á einhverjum öðrum nótum. Við myndum kannski ekki segja viðræðuhæfir, við myndum segja að myndum bara beygja sig undir það vald sem að Bandaríkjamenn vera að þröngva yfir Íran. Já, ég bara nota þetta orð viðræðuhæfir að mati Bandaríkjanna, en sem að kannski margir Íran og líta bara sem einhverja quislingar sem að kemur. En þeir eru með þarna umgjörð og hún er mjög víðtæk, það eru diplomatiskar leiðir, það eru efnahagsþvinganir, það er líka sem sagt gulrót, það er að vera að bjóða þeim að losa peninga sem þeir eiga til að byggja upp eigið land
ef þeir hætti þessari vegferð að reyna að komast yfir kjarnorkuvopn og vera sífellt að nuddast í Ísrael og gera þeim lífi leitt. Og þeir eru bara hræddir við Íran sem kjarnorkuveldi. Þú ert ekki sammála því sem að Sveinn var að vísa í að þetta væri mestu utanríkis afglöp í sögu Bandaríkjanna? Ég held að það sé svo úr mikla velja að það sé of fljótt að dæma það. Þú mátt ekki segja þetta hafi verið afglöp? Ég held að Írak-stríðið hafi verið meira afglöp en við höfum eftir að sjá hvað kemur út úr þessu. Það er ekki öll þetta er ekki allt, það er ekki búið að fá neina niðurstöðu í máli. Það eru 60 daga samningarammi sem er framundan eða sem er byrjaður og síðan á eftir að sjá ef þeir samþykja ekki það sem Trump er að reyna að neyða á til að semja að þá veitum ekki hvað hann gerir en hann er á viðkvæmum stað eins og Sveinn Mánum bent á að það eru miðvetrarkosningar framundan og það er verið að reyna að spila þetta taktist svo að hann kom ekki of illa út úr þessu öll saman. Og það, í aðdraganda kosningu Bandaríkjanna þá snýst þetta kannski ekki hvað verður Íran og hvað verður svo samninga heldur, hvað kostar bensinnið út á bensinstöð. Já, er það ekki bara alltaf það sem stjórnmálumenn horfa á? En hann getur tekið á sig svona áfall fyrir það að hafa eiginlega klúðrað málunum og bara svo framalega sem að heldur bensinverðinu niðri í nóvember. Hann með þessu memorandum of understanding þá var hann búin að lækka olíuverðið og bensínverðið við dæluna og þá er hann ánægður. Hvað segir þú, Ólafur? Heldur að hvernig meta Bandaríkjamenn innrás eða loftarásinnar á Íran og afleiðingar þeirra sem mistök forseta sem að þáði slæm ráð og hafði ekki dómgreind til þess að Ég held að með þetta algjörlega sem mistök og ég veit ekki hvort það myndi orða þannig að hann hafi þegið slæm ráð. Maður veit ekki hvort það þykkur einhver ráð yfir leitt, sko. Það er oft sagt, að hann hafi látið undan Netanyahu að gera þessar loftarásir sem að Netanyahu hafði ítt að mörgum forsetum á undan og allir þeirra sagt nei, þá til að þessi kom og sagði já. Þetta er svona einn skilning. Samband hans og Netanyahu er náttúrulega stórfurðulegt, sko, og það er náttúrulega, mér finnst náttúrulega bara undarlegt að Netanyahu skulle yfirleitt hafa pólitískt samband við nokkuð leiðtoga á Vesturlöndum, sko. Það er eitthvað talja mótunum? Já, eða bara hafi fáið áhæðir einhver stað. Ég held að það hefði gist í Hvíta húsinu. Já. 8 skipti síðan fyrir árið sem að noti svona orðfæri krakkana sem var að gista hverju öðrum. Já, það verður örugglega verið eitthvað leikið sér í náttfötunum þarna. En þetta hefur náttúrulega verið, sko í fyrra skipti sem Trump var forseti, þá náttúrulega fór hann ekki í stríð. Og er sennilega bara einn af fáum, ef ekki var þá bara einn af fáum forsetum Bandaríkjanna sem hafði ekki farið í stríð. Þannig að það voru talsvert margir sem kusu hann, held ég, út á það að hann væri að þessu leyti ég getur kannski sagt friðarsinni, henn er ekki hans hugmyndafræði er ekki svona friðsamlega en hann allavega, hann hafði ekki farið í þessi stríð við önnur ríki en svo er náttúrulega fer hann þvert á það núna í þessu tímabili og með innrásin í Íran og fer og rænir forseta Venezuela og svona og er náttúrulega mjög herskár gagnvart hersetinni þjóð á Gaza og svo framvegis þannig að það er einhvern allt annað upp á teiningu þannig ég held að Hvað Dönum, mætti segja? Já, með yfirlýsingar Grænland sem er nú þannig að það er einhvern veginn allt annað hljóð í stróknum og þannig að ég held að það séu margir sem snúið honum baki út af þessu og Hvað heldur að það skiptir miklu máli í Bandaríkjunum? Ég hef heyrt fólki kringum hann, ég veit ekki hvernig orðalagið er, það er svona, nei þetta er ekki stríð, þetta er við erum að koma á friði með valdi. Það er einhvern veginn kostulegt orðfærið sem er oft notað. Já, það er náttúrulega alveg gömul hugmynd á Vesturlöndum. 18 mann sem dóu af bandarískum hermönnum í Íran.
það er ekki svona eins og að þjóðin upplifið að hún sé að blæða út í stríði. Nei, en það er náttúrulega alveg gömul hugmynd, sko, ekki bara í Bandaríkjunum og Vesturlöndum að þessi hægt að koma á friði og lýðræði með hernaði, sko, en það gangi nú ekki og alls ekki í Íran, sko, og ef að maður les, sko, viðtöl við fólk frá Íran, sko, þá er bara, sko, þá er klerkastjórnin þar bara fastar í sessi heldur en fyrir, sko, fólk stendur saman, gagva andspæni, sko, svona ógnað utan. Þannig að það er ekki, held ég þannig að svona almenningur í Íran, sko, það er náttúrulega, Íran er auðvitað mjög, það er alls konar fólk sem býr í Íran, þannig að það er kannski erfitt að segja almenningur í Íran eins og það sé eitthvað svona einsleitur hópur, en það er samt bara, sko, Íran eru bara stolt þjóð og þeir kæri sig ekki svona aðför annarra þjóða að þeirra landi og þeirra menningu og svona, þannig að það sem ég hef allavega lesið, sko, af viðtölum við bara fólk við Írani er að sem sagt núverandi ríkisstjórn er bara sterkari heldur en fyrir stríð. Þannig að þess vegna hafa þetta verið algjör afglöp, sko. Það séu margir sem myndu segja sem svo að ég er ekki fylgjandi í klerkastjórninni en ég myndi aldrei velja stjórnvöld sem að Ísrael myndi velja fyrir mig. Nei, algjörlega. En ég held að megi benda líka á það þegar það er verið að hafa svona afskipti af landi eins og Íran, þá á Íran alltaf einhver hluti í því. Þetta er ekkit eðlileg afskipti sem reygar sér staðarna, þetta er mjög óeðlilegt ástand fyrir eitthvað ríki að upplifa og það er líka sem sagt, þeirra val að vera með stefnu sem er ákveðin viðbrögð við einhver ástandi og vera að vinna að sem sagt, meiri ófriði til þess að leysa eitthvað vandamál, alveg eins og Bandaríkin segja nú er nóg komið og við ætlum að stöðva þetta og við ætlum að stöðva það að þið fái kjarnorkuvopn. Þetta er náttúrulega, það má eiginlega segja að Íranar einhverju leyti hafi kallað þetta yfir sig, alveg eins og Ísrael er að kalla yfir sig reiði heimsins, hvernig það hefur komið fram í Gaza. En er það ekki þá bara þannig að þú mátt gera hvað sem þú vilt, svo framalega sem er í þágu Bandaríkjanna? Sko, ég held... Ef þú gerir eitthvað að stofna Íslamskt ríkið eitthvað svona þess? Nei, þetta er nefnilega ekki út af því að Íran er íslams, þetta er miklu meira en það. Íslamskt ríkið, það er klerkaveldi, sko. Já, en ég er að segja, árásin eða afskiptin af Íran er ekki út af því að þeir eru íslamskt ríki. Afskiptin eru út af því að þeir eru sem sagt, með þarna, stuðning við vald eða her eða hryðjuverkasamtök sem sumir kalla það, eins og Hezbollah. Þeir eru með kjarnorkuvopna áætlun og þeir eru sem sagt svona það sem sumir myndi kalla friðspillir á svæðinu í skjóli sinnar trúar hugmyndafræði. Þannig að þú þarft að vera með sjónarhorni á tildurinn stað til að komast þessari niðurstöðu. Ég meina, séð frá Íran er Hamas bara frelsisbarátta Palestínumanna undir hernámi Ísraels og ég meina, hvaða ríki styður það ekki, myndu þeir segja. En þetta er svo gömul saga. Þú ert að tala um nýjustu birtingamynd á sögu tilurðar Ísrael á svæðinu. Það sem Arabar vildi aldrei fá þá. Og Ísrael kom sér fyrir í skjóli sögulegra kröfu þetta svæði, hversu sterk eða veik hún er, en vandinn er ekki að alltaf að leysa máli með hervaldi. Það þarf að koma frið og ég held að þegar þeir fóru inn með loftárásir þá gerðu þeir til að eyða þessum kjarnorkuvopna aðstöðu og búnaði og starfsemi. Og nú er þeir að reyna að semja til að koma á einhverjum frið og vonandi, þeir eru að vona að stjórnvöld sem er að mótast og birtast í Íran, þessi nýju stjórnvöld, að þau taki kannski öðruvísi á málunum heldur en forverðir að gerðu sem voru afar ákafir í sinni hugmyndafræði. Sko, margir myndu segja að Bandaríkjamenn bara einfaldlega töpuðu stríðinu. Þeir töpuðu stríðinu þeirri merkingu þeir gátu ekki náðu markmiðum sínum sem var að skipta valdhafa, sem var að stöðva kjarnorku ná öllu aukaða úræðinu. Já, það færi og þar undir þeir náðu, þeir kom í ljós að þrátt fyrir afl bandaríska hersis, þá náður þeir ekki fram þessu markmiðum.
Því að Írani geta svarað og þeir réðust á bandarískar herstöðar í nágrannaríkjunum, voru með svona hótanir, lokuðu náttúrulega Hormuzsundi, voru með hótanir að eyðileggja vatnsvinnslu í þessu ríkjum sem myndu eyða þeim bara á, sem næstu eins og bara kjarnorkuvopn. Þannig að það kemur í ljós að Bandaríkjamenn geta ekki, þrátt fyrir trú Hegseth og Trump á afl flotans og flughersins, þau geta ekki náð markmið þessu. Og það heitir að tapa stríði. En Gunnar, við erum bara í hálfleik. Ég menn, þetta ekki búið. Leikurinn ekki búinn. Hvað gerist eftir hálfleik? Það eru 60 dagar núna framundan. Það sem við erum að semja nákvæmlega semja þessi atriði. Þau eru öll í þessum memorandum of understanding, kjarnorkuvopnin, og allt þar í kring, eftirlit með þeim og allt svoleiðis. Það sem ég er að meina er staðan í stríðsátökunum. Þeir sem að halda þessu fram sem ég er að segja, þeir myndu segja að þessi 60 dagar að þeir vinni með Íran vegna þess að hótun Bandaríkjanna, ef að þú ferð ekki að mínu vilja, að þá mun ég að gera hvað. Þú veist, aflið sem að Bandaríkjamenn voru að sýna í þessu stríði var bara ekki nægt til þess að ná fram markmiðum Bandaríkjanna. Já, ég held að þetta kom inn á það að Trump er í eðli sínu, hann vill ekki fara í stríð, hann er businessmaður. Hann vill ekki kasta sprengjum á það er eitt hann vill ekki fara með landherinn inn, hann vill ekki fara í eitthvað gífurlegt mannfall eins og Putin hefur gert. Hann er ekki á þeim stað. Hins vegar reyna að nota þessar loftárásir sem þvingun og að reyna að fá samningsstöð út á það, og við höfum bara eftir að sjá hvað kemur út úr því. Sveinn, ég er að vitna í svona ýmislegt sem ég les og sé og eitthvað fleira. Hvernig myndur við meta að það væri svona almennt túlkun á þessari stöðu sem að er eftir þetta stríð, sem er kannski ekki búið, sem er bara hálfleikur? Er það þannig að það sé enn von að Trump ná að lenda vel, og að eða er það þannig að Trump er bara í hægu undanhaldi frá rángri ákvörðun? Já, mitt. Ég held að náttúrulega, hann er opbóðslega, bara svona ef við hugsum út frá hans pólitísku stöðu, þá er hún náttúrulega mjög flókin. Og eitt það sem hefur verið núna mest fascinerandi eða heillandi í fylgjast með fjölmiðla umfjöllun undanfarinna vikna er að sjá fórystu Bandaríkjanna koma fram og gagnrýna fórystu Ísraels. Því að hingað til hefur náttúrulega ekki komið það var límt saman bara og Trump, þar sem allir fallegu hlutinni sem Donald Trump er búin að segja Benjamin Netanyahu undanförnum árum eru óteljandi. En núna undanfarið, sérstaklega J.D. Vance varaforseti og svo líka Trump sjálfur hafa komið fram og gagnrýnt Ísraelsríki fyrir að hafa ekki viljað beygja sig undir þessa skilmála sem eiga að liggja til grundvallar vopnahlés samkomulaginu, og þá sérstaklega því skilyrði að hætta hernaði í Líbanon, og svo krafa Írana að tengja vopnahlés samkomulag við það að Ísraelar hætti hernaði í Líbanon sýnir náttúrulega hversu mikið Bandaríkjannir hafa verið tilbúin að gefa eftir. Og hvað sterk staða Íran var? Hversu rosalega sterk staða Íran var í þessum samningaviðræðum. Og Bandaríkin hafa samanskapið, þá þurfti að koma og segja og þurfti að aga Ísrael, sem er eitthvað sem að Bandaríkjastjórnir, alls ekki Trump, ekki Biden heldur, hafa verið reiðbúnar að gera, ekki á Gaza, heldur ekki í Líbanon og svo framvegis. En núna hafa bæði Trump og Vance stigið fram og eitt af því sem Vance hefur náttúrulega gengið mikið lengra en Trump í þessu, þó Trump hafi tekið nokkuð sterkt til orða. Og eitt af því sem Vance hefur sagt til dæmis að Ísrael er bara flott ríki og við styðjum bara Ísrael eru góðu vinnur okkar, en þeir eru bara eins og Frakkland eða Bretland. Það er ekkert sérstakt samband milli Bandaríkjanna og Ísrael. Og þegar hagsmunir okkar fara saman, þá bara eigum við að vinna með Ísrael, en þegar þeir fara ekki saman, eins og í þessu tilfelli, þá eigum við að búa til smá fjarlægð. Og núna verður bara mjög áhugavert að sjá hvort þeir komast upp með þetta, því að það eru mjög margir í repúblikanaflokknum sem eru mjög ósammála þessari nálgun, hinir svokölluðu neo-conservatives, og samvinskapi stuðningsmenn Ísraels bæði innan repúblikanaflokksins og líka demókrataflokksins og víðar Þannig að þetta verður rauninni heillandi að sjá hvernig spilast úr þessu. En það sem vinnur hins vegar með Vance og Trump í þessu er náttúrulega almenningur, og það er rauninni magnað að fylgjast með hvernig almenningsáliti í Bandaríkjunum hefur umpólast hvað varðar samband Bandaríkjanna við Ísrael. Fyrir nokkrum árum að þá var meiri yfirgnefandi stuðningur
sérstaklega með republikana en heilt yfir við Ísraelsríki með Bandaríkjana. Og stuðningur við eiginlega skilyrðislausan stuðningur Ísrael. En núna til dæmis samúð með Palestínumönnum farin að mælast miklu hærri en stuðningur við Ísrael. Þannig að og maður sér þetta bara svona á fjölmiðlum. Maður bara kveikir á MSNBC sem svona frjálslyndur, svona miðjuvinstri fjölmiðl sem hefur alltaf verið svona bara í svona megin strömmnum hvað þetta varðar. En þar bara eftir farin að heyra bara mjög mikla gagnrýni af Benjamin Netanyahu og stefnu hans í með Austurlöndum og það bara veruleiki sem að maður hefði aldrei séð fyrir, náttúrulega alls ekki fyrir Gaza og heldur ekki bara fyrir 2 árum sko. Þannig að þessi svona mikla umbreyting í svona almenningsálitinu eitthvað sem er alveg spurning hvort að Trump sem ákveðin pólitískur listamaður geti mobiliserað og búið sér til nýja stöðu sem þá ólík þeirri stöðu sem hann búin að vera ólík þeim bandalögum sem hann hefur verið að nota hingað til. Það getur gerbreytt stöðu Ísrael sem háð skilyrðislausum stuðningi Bandaríkjanna. Já, algjörlega. Þetta yfirlýsing á pari við að þeirra Trump sagðist ekki vera viss hann myndi verja NATO-ríkin sem hafi bara leið og svo setning dottin út að þá bara raknar NATO upp. Já, en eins og með þetta náttúrulega mjög erfitt, þetta getur verið eitthvað sem að Trump bara skiptir skoðunum á morgun. Það getur bara aftur farið að tala en hins vegar þetta náttúrulega mjög erfið á stefnubreitinga framkvæma því það mjög margir sem að vera á móti þessari stefnubreitingu. Og þannig að það kemur svo aldrei gennum þingið en ef hann skapar samanskapi, ef hann ætlar að ná fram þessu samning, þá þarf hann einhvern megin að fá Ísrael til að vera með Bandaríkjunum í því liði og samanskapi höfum við séð í Ísrael hafa vinsældi Trump hraðið minkað. Hann orðinn mjög óvinsæll þar og það var að tala að Netanyahu sem að fara í kostningar í haust að hann þurfa að fjarlæga sig frá Trump til að vinna kostningarnir. Ég held að matið á Netanyahu bara, það orðatiltæki one trick pony, það einhver sem kann bara eitt og hann kann bara fara í stríð og það einmitt það sem verið að reyna að stöðva, það reyna að koma á friði og koma á til dæmis umgjörðin sem Trump-stjórnin hefur myndað þarna svo kallað Abraham samkomulagið þessa kynþætti sem þeir eiga það sameiginlegt að eiga Abraham sem forföður og að þeir fari að mynda diplomatísk tengsl, eiga viðskipti af því að alveg eins og Evrópa eftir 2 heimsstríð var mynduð sem samband þá var það gert af því að viðskipti eru besta leiðin til að tryggja frið. Og þarna verið að reyna þetta sama á þessum stað þar sem þú ert með Ísrael og þú ert með öll þessi íslamsku ríki eða ríki með múslimskum meirihluta að þá ert að reyna að búa til einhverja brú þannig að þeir geta farið að lifa saman frekar en þetta endalausa stríð að reyna að útrýma Ísrael. En ekki eitthvað misskilningur í þessu með stöðu Bandaríkjanna í þessum heimshluta og hefur eftir loftárásin svolítið afhjúpast til dæmis með arabísku furstadæmin, hvaða skjól raunverulega í Bandaríkjunum. Þau tölduð áður að það hafa herstöðvar þarna og vera bandalagsríki Bandaríkjanna það myndi veita þeim skjól. Núna held ég að þau metið það sem svo að þau muni ekki geta gengið að friði nema ná einhverju samkomulagi við Íran. Nákvæmlega, það það sem vinnan gengur út á núna, það að ná samkomulagi við Íran. Með því að Bandaríkin veiki sig að þá geti komið friður. Það eru langbæstu að Bandaríkjunum bara færu úr heimshlutanum. Nákvæmlega og ég held að það líka hluti af þessu minnisblaði að 30 dögum eftir að varanlegu samningur komin á að þá munu Bandaríkin taka þennan herafla sem þeir hafa raðað upp við landamæri Íran og draga tilbaka. Það bara í minnisblaðinu. Já, en það ekki alveg ljóst hvaða merking það hefur að draga herliði tilbaka. Þeir virkilega, því að menna maður sagt, eru þeir virkilega að loka herstöðunum? Það ekki að segja, því þú veist að það sem gerðist í aðdraganda árásana þarna í byrjun ás var að þeir komu með alveg gríðarlegan sjóher og herafla að landamærum Íran og það sú breyting sem verður snúið ofan af og það verður dregið tilbaka og þessi skip fara sennilega aftur til Bandaríkjanna eða einhver annar svæða. En þannig að ég held að markmiðið sé núna bara að koma á friði. Þeir eru búin að sýna klædnar og núna það hinna að átta sig á að þeir geta það eru 2 leiðir færar. Þeir geta annarkvort farið í þessa friðar sátta viðskipta leið eða þeir geta farið í þessa hörkuleið og ég held að Trump
hann er búinn að sýna klærnar, hann vill ekki gera meira, en við skulum láta, það kemur í ljós hvort að Íranir tefla og tæpasta vað við hann með því að gera ekki það sem hann vill fá í þessum samningum. Það Ólafur, ég held með grunar að þú hefur ekkert verið svo hress með þær breytingar sem að Trump var að gera innanlands, sem að voru svona meira áberandi kannski á fyrir hluta þessa árs, þar sem að æsveitirnar voru sendar inn í borgir og þar sem að Trump var í stríði við, eða beygja undir vilja sinn háskóla og ýmsa fjölmiðla og eitthvað fleira. Er það ekki bara fínt að hann sé upptekinn í þessum í Miðausturlöndum og að það drægi úr þeim breytingum sem að hann er að gera í bandarísku samfélagi? Já, það má kannski segja að meðan hann er upptekinn annar staðar þá er kannski háskólarnir geta andað aðeins léttar sko. Það er allavega ekki verið svona bein sko, hvað segir maður, svona, já, bein átök sko, en það er samt ekki gott ástand. En ég var nú bara í Bandaríkjunum daginn og heimsótti kunningja minn sem er þarna, hvað heitir það, Dean og Humanities Arts and Social Sciences deild í virtum háskóla og þau voru að, og einmitt vikuna sem ég var þá þurfti hann að tala við alla deildarforsetana og segja þeim að nú væri 14% niðurskurður og það var eingöngu út af breytingum á skattalögum, þar sem að þessir sjóði sem að háskólarnir margir hverjir reiða sig á, fjármagna sem eru bara skatlaðir öðruvísi, þannig að þetta var Og heldur að tilgangurinn sé að veikja háskólana? Sko... Eða þessi kunningi þinn, sagði hann það? Já, náttúrulega þeir töluðu alveg mjög berum orðum það að háskólarnir væru óvinir, beinlinnis. Og háskólarnir hafa náttúrulega verið svona þessi gagnrýnu sjálfstæðu stofnanir og það er svona þyrnir í augum Trumps og hans stjórnar. En það sem mér fannst athyglisvert og kom mér óvart þegar hann var að segja mér frá þessu og af því maður var nú búinn að heyra ýmislegt og ég veit og fylgjast með til dæmis átökunum á Columbia campusnum og svo framvegis sko, og ICE farandi inn á campus og eitthvað svona sko. En þetta sem þessi kunningi minn var að segja mér frá, þetta er eitthvað sem hefur bara alls ekkert verið í fréttunum. Þetta bara er svona þögult og þetta á sennilega bara viðum og þessi stað á bara viðum bara mjög marga ef ekki bara flesta allavega einkarekna háskóla í Bandaríkjunum og á örugglega viðum litlu Liberal Arts College líka sko. Og þannig bara verið að veikja mjög verulega þessar stofnanir. Til hvers? Og þessi kunningi með hann sagði sko það sem er núna bara á undanhaldi er það að líta á menntun til dæmis sem almannagæði. Það er bara verið að vega að þessu, þannig að þetta eru bara lítið á þetta sem sérgæði og já, vegna hvers? Já, til hvers væri þetta stefna stjórnvalda? Já, ef stjórnvöldum er illa við lýðræði þá er að gera veikja háskólana og menntakerfið almennt. Þá áttu við lýðræði í merkingu svona valddrift? Bara valddrift lýðræði sem að fólk sko með svona sæmilega gagnrýnar skoðanir tekur þátt í opinberri umræðu og það sem eru sem sagt umræðu vettvangar sem að til dæmis stjórnvöld hafa ekki stjórn á. En einhver svona makavergi myndi segja það að þetta hefði verið gróðrastýjur vinstrimennsku háskólarnir og þessi hefði besta mál að reynsa til í Bucktown eins og slagtar. Já, það er það sem þeir segja. Þetta sé bara að fólk sé að tala þarna inclusion og jafnrétti og ýmislegt sem að háskólar eigi bara ekkert að vera að tala um. Sko þetta er náttúrulega mjög svona tæknileg, þannig birtist þetta svona afskaplega, tæknileg hugmynd menntun og hlutverk háskóla, þessi bara þjónusta atvinnulífið og gæðin séu þá bara mælt í hagvexti. Og hvort sem þetta er vinstrimennska eða ekki, þá er þetta náttúrulega hluta því að vera svona gagnrýnar stofnanir í samfélaginu. Já, hvað maður að segja?
þessar breytingar sko það er náttúrulega búið að valda miklu tjóni og þó að það sé ekki sko þessi svona beinu átök eins og voru seinast ár að þá er sko sumskaðin er skeður og svo er bara viðvarandi eins og birtist í þessu 14% niðurskurður, það er töluvert mikið heldur betur og þetta er velstæður skóli, þetta er MIT í Boston, Cambridge og hann var að segja mér að sem staðan á Harvard væri svo að í mörgum prógramum þá væri til þess búið helminga fjölda framhaldsnema það er bara verulega dregið úr umsvifum og getu háskóluna til þess að svona vera þær sjálfstæðu og gagnrýnu stofnanir og þetta tvennt að þessi sjálfstæðir og þessi gagnrýnir það er bara mikil þyrnir í augum Trump-stjórnarinnar greinilega. Ég ætlaði bara að bæta við að þetta er einmitt að gerast mjög víðar. Það er náttúrulega ekki bara verið að loka einstökum prógramum, heldur er verið að frista sko, til dæmis inntöku á framhaldsnemum og doktorsnemum. Chicago, sem er einn af University of Chicago, sem eftir Harvard og ég er kannski með þetta stærsta svona, það sem er endowmentið, hvað við þá vilja sko. Svona stofn eignina sko. Að eitt stærsta þannig þannig eitt ríkasti háskóli í Bandaríkjunum var að tilkynna daginn að hann ætlar ekki að taka neina framhaldsnemendur á næsta ári í vísindum nema einhver einni undirgrein og þetta er náttúrulega líka tengt sko og eitthvað sem er ekki bara það er tvennt svona sem að rekst saman í þessu til að án þess að ég ætla að koma á Trump til varnar að það er að það krísa æðri menntunar hefur verið í gangi dálítið lengur en Donald Trump sko en Donald Trump hefur verið farið og ekki á hana þessu bara atvinnumarkaðurinn fyrir útskrifaða doktora í hug- og félagsvísindum og menntavísindum og öðru slíku er ekkert eitthvað rosalega hefur verið í rauninni hrynjandi í Bandaríkjunum og Breitlandi í mjög langa tíma. Það er ekki sérstök þörf eftir þessu fólki? Já, sko, það fyrir eftir hvernig að spila náttúrulega en ég myndi segja að það var mjög mikil þörf fyrir mjög mikið þessu fólki en að fá ákveðnum markaðsforsendum að þá er það ekki jafn mikið en svo náttúrulega hefur Trump svolítið komið inn í þetta og svona ráðist með svona beinni og harðari hætti að fjármögnun meðal annars að fjármögnunarmódeli þessara háskóla sem að bregðast meðal annars við með því að í rauninni bara slá upp svona skjaldborg sína fjárhagsstöðu og bara hætta að í rauninni taka inn nýja nemendur eða loka prógramum og svo framvegis eða hækka skólagjöld og annað slíkt. En það er kannski djúpstæðir í Bandaríkjunum en maður svo sem heyrir þessi sjónarmið á Íslandi að háskólanir séu að framleiða fólk sem framleiða fólk að koma með menntun sem engin sérstök eftirspurnir eftir það sár vantar hins vegar sko annars konar menntun og það er ekki hægt að láta háskólanum þetta bara eftir að þeir þróist bara eins og þangað sem þeir vilja þeir verða náttúrulega að setja sig við það sérstaklega er alltaf opinbert fé að framleiða menntun sem að gagnast samfélaginu er þetta. Ég hef svo sem ekki lagst neitt rosalega mikið yfir nákvæmlega þessi mál en mér finnst þessu fjármögnunarkerfi háskólanum í Íslandi virki út frá því í rauninni hvert nemendurnir fara þar að segja að það er borgað fyrir nemendur sem að klára sem því að rauninni valið nemendana. Þetta hefur verið gagnrýnt sko, það hefur verið gagnrýnt svona. Það er ekki háskólarnir sem er rauninni, háskólarnir fá fjármagn eftir nemendurnir sem koma sko. Það hefur verið menntamálaráðherra og háskólaráðherra sem hafa haft hugmyndir og þeir geti beint nemendunum einhvert þangað sem að við komum til ráðherra tilur að vera meira gagnar. Já, algjörlega, en þá er verið að taka fram fyrir hendurnar sko á einstaka nemendum, ekki, endilega háskólanum sem slíkum. Þetta er svo tókstreitar á milli einstaklingsins sem velur sér háskólanám og ráðuneytisins. Ég er bara að reyna að spyrja því að þessi sjónarmið hafa verið til áratugum saman. Hvað er sérstakt við það hjá Trump? Því að við þekkjum líka úr Austur-Þýskalandi, það er nú mjög frægt að Angela Merkel fór hún ekki í líffræði, vildi fara í eitthvað allt annað. Af því að það var bara stuðningurinn hjá Austur-Þýska alþýðulýðveldinu var bara til þess að búa til fleiri líffræðinga. Já sko, framöndu miðbygg 2000-aldar að þá náttúrulega var háskólamenntun ekki að útbreidda hún í dag en hún var náttúrulega sérstaklega bundin við elitustjettir samfélagsins, yfirstjettirnar, aðalinn og sérstaklega hugvísindi, félagsvísindi og slíka greinar. Eitt af því sem gerist á 20. öld er náttúrulega að það springur út þessar greinar, ekki síst og það er náttúrulega helst í hendur við aukin jöfnuð, uppbyggingu velferðarkerfis og þess fjöldasamfélag sem við tengjum við í dag og samanskap bara hugmyndir sem réttur til náms og annað slíkt og þannig að það er eitthvað sem að þetta er ekki gömul hugmynd
en að samanskapi hefur náttúrulega alltaf verið, ég meina eins og í Breitlandi í dag finnst mörgum mjög skrítið að bara eitthvað pöpullin geti bara farið í sagnfræði. Það er bara eitthvað svona bara, þú veist, bara ef þú hefur efni á því þá bara fínt getur farið í Oxford eða Cambridge en þú veist, eitthvað fólk sem býr í einhverjum smábæjum út á landi geti í rauninni lært sagnfræði. Ég er vel að spyrja þetta. Það finnst fólki ekki nógu efficient fyrir samfélagið. Hvort það sé ekki eðlilegt að sé þessi umræða sé í gangi og ég meina, þú nefndir sagnfræði, það gæti okkur á Íslandi sagt að ef maður fer inn í sagnfræðitíma þá er eiginlega alla nokkur maður undir 60 til hvers erum við að mennta háaldra fólk í sagnfræði fyrir opinbert fé. Ég get alveg vott það er ekki rétt. En hins vegar er náttúrulega eitt af sterkustu rökunum fyrir sem ég hef náttúrulega komið inn á áðan er náttúrulega þessi að það er ástæða fyrir þetta helst í hendur við í rauninni uppgangs raunverulegs lýðræðissamfélags. Það er náttúrulega því að þessi menntun er einhvers konar það að læra að hugsa, læra gagnrýna hugsun og annað slíkt er forsenda lýðræðissamfélags. Og án og þá er ekki, þú veist, og það má gagnrýna útfærslun á þessu mörgu leyti og eitthvað svona, en ég held samt að við viljum ekki missa þessa tegunda menntun úr samfélagi, því hún er bara einfaldlega mjög mikilvæg fyrir gangvirk lýðræðissamfélagsins. Ég veit að þú hefur þessa skoðun, en ég er bara að velta fyrir mig hvort það sé ekki fólk sem getur verið með aðra skoðun og segjum að eftir að börn verkalýðsins gátu farið í háskóla og eitthvað fleira og við erum bara nýkomin inn á það svæði og síðan kemur í ljós að það er ótrúlega stór hópur sem að fyrir í hvað er það sem að þeim er í nöfn við. Það er kynjafræði og alls konar svona félagsfræði og hugvísindi sem að veistu það sveit mín að samfélagi hefur bara ekki gagn af. Þetta eru bara sjónarmið sem eru í samfélaginu og ætti að vera í einhverju svona deiglu. Er þetta þannig eða er þetta eitthvað öðruvísi sem er að gerast í Bandaríkjunum heldur en bara deila tilgang menntunar sem að er bara Íslands samfélag er bara fullt af deilu tilgang menntunar. Ég væri alveg niður í grunnskólana. Já, ég er með svona annað sjónarhorn á þetta, þeir hafi komið inn á það, en ég bjó í Bandaríkjunum bæði á austurströndinni, vesturströndinni, í suð- og miðríkjum Bandaríkjana í 15 ára skeið og það eru þarna samfélagsstraumar eins og í söðrinu og í miðríkjónum sem eru svona kristnir, hvítir, þetta gamla ameríska stereotýpa og því fólki finnst eins og að austurstrandarskólarnir og fjölmiðlarnir hafi staðið fyrir eins konar menningabyltingu og okkur finnst, á Íslandi finnst þetta allt mjög eðlilegt en þeim finnst þetta ekki eðlilegt. Og Trump er eins og svona sumir stjórnmálamenn, Davíð Oddsson var nefndur, er svona að reyna að breyta hegðun með alls konar fjárhagslegum hvötum. Og ég held að hann sé að reyna einhvern veginn að standa á móti þessu, að hann fái þá síðan að gera sínum kjósendahóp þessari menningabyltingu, ef maður nota það orð. Sem að fólkið í... Það er kallað identity politics. Fólkið í dölunum hefur tekið upp. Já, og hann er að reyna... Fjallabúarnir að þeir finnst að vera spilling í borgunum og þeir vilja bombarda þeir. Já, því að ég er bara að vísa í, þetta eru átök sem eru oft í sögunni. Það er þarna einhver svona spenna á milli og hann er að beita sér til að draga úr þessu fyrir sína kjósendur. Þannig bara sé ég það. Þetta sé bara hluti af menningarstríði og það er staðreynd að það er í gangi í Bandaríkjunum og það sem að Trump er að gera, hann er svona aðeins að rétta hlut fjallabúana. Sko það er náttúrulega alltaf í gangi einhvers konar, við getum kallað menningarstríði, sko það er einhver tókstreita, það eru ólík sjónarmið sem takast á og við sjáum þetta bara hérna, en það sem er náttúrulega mjög sérstakt í Bandaríkjunum núna í tíð Trumps er einhvern veginn, sko hvað, sko ríkisstjórn beiti sér svona beint gegn ákveðnum sjónarmiðum. Það ekki bara, þú veist, eins og bara það má ekki minnast á orði eins og inclusion eða equality, sko. Það er verið að taka styrki, sko, milljarða af skólum, það er verið að taka að rannsóknarfé og annað slíkt, bara út af, sko, það bara eiginlega farið, sko, onni bara einhverjar einstakar rannsóknaráætlanir og projekt og svoleiðis. Það er náttúrulega alveg nýtt og við höfum aldrei séð neitt viðlíka hér á Íslandi til dæmis. Þannig að þetta er alveg eðlismunur og já, þetta gangar náttúrulega bara miklu lengra, sko. Þetta er Þetta er eiginlega svona ritskoðun sem er að þröngva tiltekinu hugmyndastefnu maka upp á háskólana. Þetta er ritskoðun og það sem gerist, sko, það er annars vegar þá ritskoðunin sem að
að á sér stað, hann lýsti þessu ágætlega Magnús Þorkell í fyrirlestri hér fyrir vetur og þannig að sko bara þessi beina ritskoðun sem bara orðrutna frá stjórnvöldum og svo líka sko það hvernig þetta gefur sko já, svona blæs vind í seglin hjá þeim sem að eru að sko þá að, hvað ég var að segja, pönkast í þeim sem líkar ekki við. Þannig að það fyrir marga sko prófessor í Bandaríkjunum þá bara verður lífið allt í einu óbærilegt af því að það er bara stöðugt áreiti og vesen sko. Þannig að fólk hefur bara þeir hefur rannsakað ójöfnuð eða já, og þannig að fólk hefur bara fyrir eitthvað tjá sig sína rannsóknir sko, þá er bara engi friður þannig að við hefum svona betur fyrir ekki, held ég, ekki sé mikið af þessu hér og ekkert í líkingu við það sem í Bandaríkjunum en sko þetta og það sem kannski líka svolítið ég veit ekki hvort maður að segja spaugilegt sko er að sko það sagt að þetta kom frá hægri það sem á að vera svona meiri áhersla á þetta frjálslyndi og val einstaklingsins sko en eins og háskólamódel hjá okkur er sko þá er það kannski val einstaklingsins sem ræður svolítið hvert fjármagni fer, bara fólk velur sér nám og stjórnvöld er ekkert að skipta sér af því nema að vísu það er svona fjöldatakmarkanir í ýmsar greinar af því að ríkið vill ekki borga meira þannig að það er svona ekkert skrítið þessi viðvarandi læknaskortu þegar að háskólinn fær ekki að mennta fleiri lækna og það er bara ekki og þess að háskólinn náttúrulega sveltur stöðugt þannig að hann get ekki mentað fólk í þessas greinar. Það eru fleiri sem vilja menta sig í þessum greinum sem eru álitna mikilvægar. Þannig að það er auðvitað ákveðin stýring sko, en ekki svona sko, ekki eins og við erum að sjá í Bandaríkjunum núna. En er þetta ekki þróun sem er kannski eldri heldur en Trump? Jú. Ég man að þegar ég var alast upp að þá var kannski svona intelligensían og austurströnd Bandaríkjanna var eiginlega svona sterkasta, bara ótrúlega sterkur hópur. En þú nefndir Magnús Bennason með minnir, hann hefði sagt þarna við Íraksstríðið að það hefði verið hringt í hann svo það var í Íraksstríðið 2003, að það hefði verið hringt í hann og hann tjáð sig og síðan hefði bara aldrei verið hringt í hann aftur. Þannig að þá var það eiginlega þannig að þú fékkst ekki að taka þátt í almennu umræðu nema að taka þátt í einhverju svona þjóðernislegu tali mikilvægi Íraksstríðsins og stuðning við Bush-stjórnina. Það hefði verið strax þá. Já, en sko það sem við erum að tala viðnámsþróttur þeirra sem hefðu átt að verja háskólana, hann hefði kannski verið brostinn bara löngu áður. Sko þegar er farið í fyrstulega, ég er nú svo sem engin sérfræðingur í þessum hluta bandarísku stjórnmálum og háskólamálum, en sko það kannski, það munur á því hvort að segjum það er viðbrögð við einhverjum tilteknum atburði eins og stríði, það sem er svona, það er á að vera eitthvað mikið í húfi og fólki finnst það ekki viðkunnalegt eða við hæfa að segja, svona vera með einhverja gagnrýni og eitthvað svoleiðis. Það annars vegar og hins vegar sko þegar bara svona heilu málaflokkarnir burt sér frá, það er ekkert sérstakt í gangi sem tengist þeim, það er ekki eitthvað svona stríð eða eitthvað viðkvæmt í gangi, það er bara heilu málaflokkarnir er einhvern veginn svona teknir af dagskrá. Það er náttúrulega svolítið munur sko. Það er einhvern sem sko. líta á þessi stríð sko, þú nefndir eina evangelísku kirkju í suðrinu, þeir líta á sko kynjafræði og alls konar svona hluti sem raunverulega hluta af stríði hvert samfélag er að fara. En það er líka svona fjárlega vinkill á þessu, nú er ég gamall fjármálaráðuneytismaður, að sko það var tekið á til dæmis fjárútlátum í svokallað non-government organizations eða NGOs og líka alls konar styrkir til háskóla sem fóru bara í svona verkefni sem háskólarnir töldu mikilvæg en voru ekki talin mikilvæg með þessum glerugum sko menningabyltingar sem Trump-stjórnin hefur sett upp. Og þannig að það bara féll saman að það er verið að spara fjármuni út af gríðarlegum halla og þarna er verið að bara stöðva NGO fjármagnið. Það fór spara og þau spara sérstaklega hjá andstæðingu. Já, en NGO fjármagnið fór svolítið til svona, grassrótar í demokratísku flokkastarfi.
Þannig að þeim blöskraði það þannig í republikanaflokknum hvernig það þeir höfðu fitnað eins og púkina fjósbitanum ef maður nota það orðafæri að þá vildu þeir eiginlega stöðva það og þess vegna voru ýmsar sársaukafullar aðgerðir eins og að stöðva USAID sem hafði upprunalega mjög góðan tilgang en þeir töldu að hefði verið misnotað af svona flokkspólitískum ástæðum þannig að sumir stjórnmálamenn í Bandaríkjónum, í nafnþekktir einstaklingar voru búnir að beina svona fjármagni inn í kosningabaráttu sína. Þannig að þetta var ein sem sagt röksendafæslan fyrir því að draga úr fjárstuðningi við háskóla og aðra stofnanir sem voru. Birtingamyndin eins og Ólafur að lýsa. Já, nákvæmlega. Þannig það ekki eins og það sé bara venjulegu niðurskurður og aðhald á háskalegum tímum, þetta ekki þannig. Nei. En þið hafði ekki tekið eftir einu að Mandani núna álitinn svo kallar konunga kingmaker að það voru 2 kosningar í New York, forkosningar eða prófkjör fyrir þingkosningarnar í haust, þar sem þeir sem hann hafði veðjað á urðu hlutskarpari og nú mikil umræða hafin þá efnahagsstefnu og þá pólitík sem hann að reka að henni sé að vaxa fiskurinn hrygg í New York frekar heldur en að það sé bara einstæmi að Mandami hafi verið kosin. Þetta virðist vera breið úr sér og það er stór breyting í bandarísku þjóðlífi og gæti verið til marks það að það sé erfiðu vetur framundan fyrir Trump. Út af vaxandi anstöðu við hvað myndum við kalla svona sósíalisma Mandani, er þetta ekki bara klassískt andó við nýfrjálsíkinni? Svona ef maður ætti að staðsetja þetta er svo kallað liberal sósíalismi eða frjálslynd félagshyggja og kalla sér lýðræðislega sósíalista. Já, demokratíkja. En já, einmitt eins og Þorsteinn segir að það voru rauninni 3 kandidatar sem að Mandami hafði stutt unnið 3 forvalskosningar í gær og með frekar afgerandi mun, ef ég maður rétt. Þannig að það þykir svona að vera merki það að áhrif hans fari vaxandi, ekki bara í New York, heldur líka innan demokrataflokksins. Og maður svona hjó eftir því ég var að reyna hafði svona áhuga því að heyra hvernig það myndi ramma þetta inn, sko. Þú veist, myndi hann hvað snýr þessar kosningar og af hverju hann að blanda sér í þær. Og mér fannst bæði áhugavert að hann var lagði mikla áherslu á hans svona lykilmálstað sem er affordability, ná niður verði, gera lífið hægt að lifa því, það sé ekki allt og dýrt. Losnund úr lífskjara krísunni. Já, laust með lífskjara krísunni. Það heita í Bretlandi. Það lagði mikla áherslu á það, en líka Gaza og Íran líka aðeins. Og það var víst eitt af þessum forvalskosningum voru einu af þessu kjördæmi var Íransstríðið og Gaza mjög ábyrjandi. En svo líka hjá eftir því, sko, hann er líka að tala um demokrataflokkin á landsvísu. Að hann er að tala um að í haust og þá þurfi þetta hans málstæður, þessi hugmyndafræði að vera ódýrum hjá demokrataflokknum og til þess að þeir náttúrulega vinna eins mörg forvölu hættir, þannig að það er hann svona, þannig rammar hann inn sitt metnað. En á hann við og trúir hann því að demokrataflokkurinn fari á þessa sveif eða er hann að tala um að það sem að í mörgum kjördæmum og mörgum stöðum í Bandaríkjunum að þá sé þetta sigurvænleg leið en þú myndir líklega aldrei setja þetta oddinn inn í einhvers staðar í miðríkjónum eða í suðuríkjónum? Það er náttúrulega ákveðin leiða til að nálgast og það er til dæmis ein leið sem er svona MSNBC sem er svona soft left í svona liberal stöðu, sko, frjálslynd stöðu í Bandaríkjunum og þeir eru svona leggja áherslu á þetta, sko, það sem markmiðið er svona svolítið að reyna að færa Mandami inn í demokrataflokkin með svona ásættalegum hætti og þá að segja svona, jú, þetta er frábært á svona ákveðnum stöðum, sko, en svo þurfum við að passa okkur á hinum stöðunum og þá þurfum við að vera með eitthvað sem er stríðsetja eða vann lengi í leyniþjónustunum eða hefur unni hjá stóru fyrirtæki, sko. Þannig það er svona vissulega einn svona strategía. Eitthvað tattuður hann í skógarhöggs manna skyrtu? Já, einmitt. Með skegg? Og það náttúrulega er óneitanlega við höfum alveg séð samt í öðru kjördæmum, til dæmis í forvali var ekki í nóvember, eða var það í janúar,
að þá var einn svona Mandami típa sem komst mjög nálægt í að fella republikana í Nashville sem að þótti hefði verið alveg sem hefði verið þvílíkur pólitísku jarðskjálfti, en hún var mjög nálægt því og keyrði á þessu nákvæmlega á þessu lífskjara agenda. Þannig það er bara held þessi ólíka skoðanir. En þú hefur væntingar í eitthvað svona eins og uppgjör innan demokrataflokksins fyrir kosningarnar? Nei, ég held að þetta snúist meira svona að styrkja stöðu lýðræðislegri sósíalista innan þingflokksins, demokrata þingflokksins og ég meina Hakeem Jeffries ætla væntanlega að verða leiðtogi fulltrúadeildarinnar og þá eftir því sem eru fleiri í meðal framsækina í Progressive Caucus, framsækina þingmanna, því meira náttúrulega meira áhrif geta þau haft á hann, því að hann staða náttúrulega veldur að hluta til á þeim. En demokratarnir helst af öllu vilja bara vera tilbúnir að taka við sigri sem að verður færður þeim út af óvinsældum Trump. Frekar heldur en að búa til eitthvað skýran valkost. Þeir ætla að vinna kosningar að vera ekki Trump. Ég er ekki alveg viss það það að Mamdani hafi komið fram núna og eins og þú segir það er svona, ég veit ekki kannski á mikið að segja þessi bylgja með honum, en það er svona það er einhverjir vindar sem er að blása í þessa átt eins og kemur fram núna í þessu forvali og þá kannski er það til marks um að það sé allavega einhver hluti sem að sjáu mikilvægi þess að setja fram einhvers konar valkost sem er ekki bara það að hafna því sem illa hefur gengið og mér finnst þetta það er einhver von þarna og fólk er þá kannski að kjósa út frá von frekar heldur en bara að kjósa út af ótta það er náttúrulega, við höfum kannski verið upp síðkastið að horfa á svona óttastjórnmál. Það eru endalausar ógnir og verstu ógnirnar virðast nú stundum vera bara fólk sem er á rakhólum en það er ekki þessi einhver von. Það var kannski á, ég veit ekki hvað, 8. áratugnum Við sjáum Obama vann með þessu, þú talar eins og kosningastjóri Obama Okay. Yes we can. Það var bara akkurat þetta. Hope. Já, hope. En ég hann meina vann á þessu og það er spurningi hvort að kjósendur sem að kusu þá og urðu fyrir gríðarlegum vonbrigðum eftir hvort að þeir séu að leita þessu og það er líka spurning vonin sem að þú selur inn í New York. Er það sama vonin og þú selur í Nashville eða? Ég held að það geti ef það er affordability þá er það sama vonin. Ég held að þessi þróun sé bara, þú búin að vera með hálfa öld af uppsöfnuðum ójöfnuði í Bandaríkjunum og það er að hafa alls konar birtingamyndir. Trump er einn þeirra, Mandami er önnur og ég hef til dæmis í fyrir þáttum hér nefnt að það er aðgerðir sem Trump hefur tekið fyrir eins og tollahækkanir, loka landamærum og annað er til þess að hækka laun starfsmanna í Bandaríkjunum og það sé sennilega besta leiðin til að leysa þann vanda sem Bandaríkin standa frammi fyrir. Þú hefur sagt það. Ég hef sagt það hérna. Og þinn lærifæðir og Trump. Já. En til þess að Bernie Sanders gæti verið með sömu greiningu á stöðu þessa fólks. Já, leið mér að klára að Mandami valkosturinn, sósíalisminn, að hann er sem sagt að nota það sem þeir tala AOC og Ocasio-Cortez, þau tala sem bara norrænt velferðarkerfi. En málið er að þú getur leyst ójöfnuð sem leiðum. Þú getur gert það með stóru ríkisbatteríi með sósíalisma sem hefur alls konar galla eða erfið að hvata í sér og hefur ekki reynst oft vel. Eða þú getur fyrirbyggt þennan ójöfnuð eins og Batra gerir í sinni kenningu launaframleiðnibilið til að koma í veg fyrir að þessi ójöfnuð byggist upp og þá ertu með miklu eðlilegra samband ríkis og þegna að því að þú ert ekki endilega með ríkið til að leysa öll heimsins vandamál. Þú ert með ríkið bara með sínar grunnskyldur og efnahagslífið leysir skiptingarvandan á frumstað þar sem hann myndast þegar verið að skipta á milli launa og hagnaðar og þetta er miklu
held ég vitrænni leið heldur en það sem Mamdani og gömlu sósíalistar bjóð upp á. En Þorsteinn, þú hefur trú á því að þessi leið sem þú ert að lýsa, þú mútti geta skilað árangri. En hefur þú trú á því að Trump takist að láta á hann að reyna eða þessar tilraunir Trump með því að hækka tolla og gera hitt og þetta, hvort að þetta séu bara eitthvað svona frávik í sögunni og svo myndi það bara gleymast. Hefur þú trú á því að hann nái einhverju svona breytingum á efnahagskerfi Bandaríkjanna? Já, ég myndi segja að þetta eru tímabundið óafturkræfar breytingar og við sjáum bara eftir 1, 2, 3 ár hverju þær skila. En ég held sem sagt að Trump sé að fara inn í mjög erfiðan vetur og hann geti lent í einhverju vandræðum með þingið á næsta ári sem dæmi. Mér finnst það ekkert ólíklegt. Og þar er hann ekki náð að fara fram með þær efnahagsbreytingar sem hann vil. Við vitum það að þegar Biden tók við 2021 að þá fór hann ekki að vinda ofan af öllum þessum tollahækkunum sem hann þó var búin að gera þá. Þannig að ég held að þetta sé svolítið stefnubreyting í Bandaríkjunum. Menn eru búin að átta sig á því hvernig þeir ætla að haga samskiptum við umheiminn. Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, skrifaði grein daginn og sagði að þeir varu nýjir Hamilton, sem sagt New Hamiltonians. Það sem þá ertu með eðlileg samskipti þar sem hver sér sína hagsmuni og þeir starfa saman þegar hagsmunni fara saman. Það er einfalda reglan sem þeir eru að vinna eftir. Ekki að þeir, og hann segir að þeir hafi eiginlega opnað sig ómikið fyrir heiminum til að hjálpa Kína og öðrum til að ná svona góðum efnahagsstatus í sínum hagkerfum, en það hafi kostað millistéttin í Bandaríkjunum bara hún hafi keypt á of dýru verði og nú þurfa að laga það. Haldið þið að segjum að demókratar komist til valda eftir 2-8 ár, að þeir muni viðhalda mörgu af því sem að Trump hefur tekið upp? Er ekki til dæmis ólíklegt að allt í einu rísi upp gullöld í háskólanum að því að komst demókrati í Hvíta húsið? Er ekki margt af þessu sem hann er að gera sem að bara naut ákveðin stuðnings í Bandaríkjunum og það sé raunverulega erfitt fyrir stjórnmálamenn að ætla einhvern veginn að skrúfa tilbaka? Já, svo líka náttúrulega eins og Þorsteinn var að lýsa að þú veist, þessi nattvæðingar heimur náttúrulega var stoltið útleið og svona endurkoma ákveðina tollakerfa er ekki eitthvað sem að Trump er bara bundið við Trump. Og eins og þú segir að Biden-stjórnin tók náttúrulega upp strategíska tolla og svona strategíska hluti. Og Biden-stjórnin bjóð mjög meðvitað til það sem þau kölluðu The New Washington Consensus. Og það var hann hvað heitir hann eftir helstu ráðgjöfum Biden, nú man ekki hvað heitir þetta mér. En hann skrifaði grein í Financial Times, The New Washington Consensus, þar sem að gamli Washington Consensusin, hann var í rauninni úreltur, hann var í búinn. Nýfrjálsíkjan væri búin og nú þurfti eitthvað annað að koma í staðinn og Biden-prógrammið, CHIPS Act og DARPA og þetta eru leiðir sem að Biden-stjórnin reyndi til þess að vinda ofan af því sem að áður kom og eitt af hluti af því var til dæmis að halda mikið af tollunum áfram sem að Trump hafi sett á fyrra kjörtímabili. Var þetta náttúrulega nú búið að dæma ólöglega tollana hans Trump náttúrulega leiðirinn sem hann valdi, já. Mér finnst mjög, og ég meina þú veist það er mjög ólíklegt og ég meina sérstaklega hluti sem er svona mjög auðvelt að fella úr gildi með forsetatilskipun. Mjög mikið af þeim verða felldur úr gildi eða kemur inn svona demokrati í Hvíta húsið sem verður svona frekar andsnúin Trump. Ef ég efast ekki en sko svona bardaginn í þinginu hluti sem að hafa verið festir í sessi með lagasetningu verður örugglega minna en á móti kemur að það náttúrulega er ekki mjög mikið af því sem Trump hefur gert sem við farið í gegnum þingið. En ég held að þessi, svona eins og bara með menntunina, þú veist að hægri menntun var svolítið í krísu áður en að Trump kom. Þetta svona tollakerfi, þetta svona alþjóða viðskiptakerfi var í krísu áður en að Trump kom. Þú veist, þannig Trump hefur verið mörgu hluti svona hraðað þeirri þróuna og beitt hann að sinnum vilja, en hann bjó hann ekki endilega til. Þannig að þú veist, ég held að mörgu hluti sé þessi trend mun að halda áfram. Ég held ekki til dæmis að alveg saman fyrir Hvíta húsið þá erum við ekki að fara að horfa fram á einhvers konar nattvæðingu nýja heim og ekki endurbyggingu háskólanda kannski vegna þess að sömulegt það þannig að þessi ákvörðun að fara þessa stefnu að byggja upp svona menntun var kannski aldrei lögð fyrir kjósendur í beint sko. Þetta var bara samkomulega stóru flokkana að þetta væri leiðin sem samfélagið að fara og núna erum við komin inn á stjórnmálatíma
populismans og eitthvað svona að þetta verður ekkit endurtekið sko á næstu 20-30 árum. Það sé svona eitthvað samkomulag þeirra sem fara með völdin, að við ætlum að byggja samfélagið með tilteknum hætti. Þú sá sem að kemur fram og ætlar að segja ég ætla að endurbyggja háskólana, hann fær kannski 3 atkvæði sko. Það er ekki fjöldareyfing sem að mun krefjast þess að fá aftur, við viljum fá aftur gamla samfélagið. Ég var nú að kaupa nýja bók eftir sessunaut minn hér, Svein Mána, The Scientific Military State, sem lýsir sko upphafi Bandaríkjanna sem sagt verkefni verkfræðinga og hermanna í raun og veru sem voru lærðir með tæknilega menntun. Ég er nú ekki búin að lesa hann allir, ég bara rétt byrjaður, en ég náði þessum grunntón og ég held að Bandaríkin verði alltaf leiðandi í sinni sko æðri menntun, en ég held að áherslurnar sé að breytast. Það er að verða gríðarleg tæknibylting, hún þarf alveg gríðarlega þekkingu og það sé að opnast alls konar praktískir möguleikar, en auðvitað þarf allt svið menntunar að vera til staðar en ég held að bara orkan sé að fara meira til þessara tæknigreina sem eru svona sögulega mjög sterkar í Bandaríkjunum. Kannski er það ekki klókt að leggja áherslu á tæknigreinunar út af tæknibreytingunni. Kannski það er helst af öllu að leggja áherslu á hugvísindin þá og félagsvísindin. Út af þeim samfélagsbreytingu sem verður að fara gangi í gegnum. Það er skoðun. Já, það er skoðun. Það er góð skoðun. En ég ætla að fá að spyrja með þetta því þú varst að koma og ert svona svolítið slegin eftir að hafa rætt við bandarískt háskólafólk. Heldur að þetta verði möguleiki á því að þetta verði bara endurreisn með einhverjum hætti og Trump verði bara eins og vondur draumur? Eða er þetta bara varanlegt högg sem að háskólanum í Bandaríkjunum hafa orðið fyrir? Sko, ef maður fær á sig þungt högg, það brotnar kannski rif, sko, maður finnur fyrir því aldrei lengi á eftir. Sko, ég held að háskólarnir eigi eftir að finna fyrir þessu lengi. Þegar Trump fer út, þá mun örugglega margt, sko, held ég strax breytast til batna, sko, þessi svona beina aggressjón, sko, hún mun gefa fólki aðeins andrými, sko, en það er meira frjálsræði að tjá sig og meira frjálsræði og eitthvað svona, sko, og get ekki ímyndað mér annað, ég er bara mjög erfitt með ímyndað mér annað heldur en að svona þessi stóru rannsóknarsjóðir að svona einhverjar útlutunar reglur og viðmið, sko, verði svona aftur einhvern veginn meira normal, sko, en sko það tekur bara mjög langan tíma að byggja upp háskóladeildir, góðar háskóladeildir. Það er nú kannski svona auðveldast í hugvísindunum. Það er frægt sem að þú getur áratugi og aldir að byggja eitthvað upp, en þú getur eyðilagt það á viku. Já, þú getur eyðilagt það mjög stuttum tíma, þannig að það sem er búið því sem er búið að spilla og sem er búið að eyðileggja, það mun alveg taka langan tíma að jafna sig og byggjast upp aftur og það verður byggt upp örugglega með öðrum hætti heldur en var, sko. Sko, háskólarnir hafa náttúrulega verið, sko, stolt Bandaríkjanna og fólk sem horfir utanfrá, sko, það talað þessa frægu háskóla, þú veist, Harvard og Stanford og Yale og Columbia og þú veist, fleiri. Það eru svona kannski 10-20 háskólar sem bara þekktir allan heim og og þeir, sko, og þessir háskólar hafa orðið fyrir miklum skakkaföllum og á sama tíma og háskóla starfsemi allan heim er í miklum, sko, vexti, jafnvel þó hún sé líka í kreppu, þú veist. Háskólamenntuðu fólk er að fjölga og háskólum hefur fjölgað mjög mikið og ekki síst, sko, utan Vesturlanda. Gríðarleg vöxtur í háskólum í Kína. Já. Margir, sko, raunvísindamenn sem eru eiginlega gapandi. Já. Og þannig að, þú veist, ég held að þau munu örugglega, sko, reyna að laga til hjá sér og hlutinni munu skána leið og Trump fyrir út. Ég hef enga trú á öðru, en þetta tekur bara langan tíma. Eins og líka bara nátengt þessu er náttúrulega
Við erum alltaf svolítið þegar háskólan, við erum alltaf líka svolítið að tala sko, hvernig við skipuleggjum rannsóknir og menntun. En þú veist, eins og í Bandaríkjunum hann alltaf hefur gríðilegu fjármagni verið veitt í rannsóknir innan einkafyrirtækja og rannsóknir og þróun innan einkafyrirtækja. Hvort sem það eru lyfjafyrirtæki eða núna gervigrindafyrirtæki. Þannig að þetta er alltaf líka svona ákveðin einkavæðing á þessum funksjónum samfélagsins sem að náttúrulega, þú spurðir sko, akkur þetta einhver að vera að halda út í háskólakerfi. Þannig að það var laður sem bara hornsteinn þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna strax í kjölfari seinni heimsstyrjaldar. Að það var rannsóknir og menntun. Það er bara svona lykilatriði í bandarísku þjóðaröryggi. Sem opinbert eða allavega opið kerfi eða ekki í eigu örfárra. Og þar var sko líka punkturinn sem var negldur inn í það var sko að það er háskólaprinsipið. Það er þessi svona humboldtíska frjálsta dekkingaleit sem var svona negltar niður sem ástæðan fyrir því, sem sko það gildi sem að Bandaríkin þurfi að vernda sem það á ekki við í þessar ákvarðanir eru teknar í stjórnmála heimi sem að er kannski svona einhver liti elitískur á meðan að við erum í populískum stjórnmála heimi núna þar sem að þessar ákvarðanir verða kannski aldrei teknar. Það sem ég var eiginlega Já, þetta er samt sko valdið sem bara fara til sko einkafyrirtækjanna í Kísildal sko. Jú, en þú getur ekki tekið ákvarðanirnar, hinar ákvarðanirnar af því það er bara ekki út af ægivaldi fyrirtækjanna í Kísildal. Já, annars vegar það og svo hins vegar það að stjórnmálin sem eftir sitja eru bara með þeim hætti að þau fjalla ekkert þetta. Þau fjalla ógnina, hvernig við getum varið okkur fyrir einhverju ógn, þau fjalla ekki það hvernig við í sameiningu ætlum að byggja upp gott samfélag. Það er því að búið að heila þó okkur það að menninni frá Kísildal munu færa okkur svo gott samfélag. Akkur ættu við að vera eitthvað að spjalla saman hér á okkar á milli hvernig samfélag við vildum. Þannig að það var það sem ég var eiginlega að velta hvort að sko, stjórnmáli var ekki orðin svo veik að þau gætur ekki haldið utanum til dæmis endurvinnsla háskólanna og eitthvað. Sko þetta er mikilvæg punktur þetta með rannsóknir sem færast yfir til einkafyrirtækja sko. Og það sem að við höfum séð er að þekking hefur að sko, jafnvel þekking sem verður til innan einkaháskóla, hún hefur verið sko almenningseign sko. Hún hefur verið tiltölulega opin og ef við getum sagt svona frjáls. En það sem gerist sko oftar og í ríkari mæli núna er að þekkingin verður til innan fyrirtækja, hún er einkaeign og þannig að þetta er auðvitað ekki bara ógn við sko háskólan, þetta er auðvitað bara ógn við sko lýðræðið og samfélagið í heild. Bara við margt annað, eins og ef við tökum dæmi kannski að lyfjafyrirtækjum, það geta stund okkur rannsóknir, það hleypi ekki út nema þeim sem að þú fær aldrei að skoða hinnar sem að ekki gengu upp út frá þeirra efnahagslegu þörfum. Já, þau hafa lyfjafyrirtækin hafa þannig séð enga samfélagslegar skyldur sko. Þetta eru fyrirtækja markaði meðan að háskólarnir hafa sko starfað eftir þessum svona prinsipum að þeir eru opni, menntun hefur verið skilgreind sem almenningsgæði og en ekki bara gæði svona góð fjárfesting einkaaðila sko. Herðu, það hefur komið í ljós sem að kenningin er að til þess að fá áhugaverða umræðu góðs fólks en nóg að segja bara Trump og það fer eitthvað í gang. Svo við farið víða, við hefum farið í Miðausturlönd og hernað og utanríkismál og við hefum talað efnahag að einhver leyti og háskóla og breytingar Trump á samfélaginu. Takk fyrir að koma í Trump-tímana þessu sinni, Sveinn, Þorsteinn og Ólafur. Við ætlum að halda áfram við Rauðaborð, við erum alltaf að skilja heiminn sem við lifum í, samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is